Við erum komin hingað í Hrafnagilsskóla í Eyjafjarðarsveit og ætlum að kynna okkur hvernig líf nemendanna hefur breyst á COVID-tímum. Það er öruggt að þau hafa þurft að læra ýmsa nýja siði og venjur og reglur og gaman að sjá hverju þau svara okkur með það. Það stendur yfir æfing hjá yngstu bekkjunum fyrir dag íslenskrar tungu og allt að smella í söngnum, en fyrir utan skólan hittum við nokkuð börn í 5. bekk sem var að koma úr hlaupum. Hvernig er að hlaupa með grímu? Það er erfitt. Hvað er erfiðast við það? Þegar maður er að anda í grímuna og þá verður svo heitt og hún verður svo blaut. Hvernig hefur þetta breyst eftir því þurftu að vera með grímur? Þetta hefur breyst mikið og svona. Já, þetta er bara breyst mikið og bara skrýtnar heldur en þetta var. Hvað er mest skrýtið? Það er skrýtnast að við þurfum að sitja í stólunum eða sætunum okkar í mest þá í svona 3 klukkutíma áður en við fáum að standa upp og hreyfa okkur. Hvernig líður mann að sitja kjur í 3 klukkutíma? Stundum illa og stundum bara skiptir ekki máli. Bara. Hvenær getur maður að setja kyrr í 3 klukkutíma, hvað er maður þá að læra? Ef við erum til dæmis bara í íslensku stærðfræði og einhverju, þá bara öllu í röð, þá förum við, þá setjum við svona 3 klukkutíma nema við förum út leiðinni. En segð þú mér aðeins, þarf maður að vera með grímur út í íþróttum? Bara maður er ekki með 2 metra regluna. En það er ekki bara börnin sem þurfa að tileinka sér nýja hluti. Kennarar og skólastjórnendur þurfa að vera lausnarmiðari nú en nokkru sinni fyrr. Við leggjum mikla áherslu á að þið fá ykkur hreyfingu yfir daginn af því að þetta er svona svolítið einhæft starf sem á sér stað af því að það er svona öðruvísi í kringum list- og verkgreinar og þess áttar af því að það eru ákveðnir list- og verkgreinarkennararnir eru bara fastir inn á okkur ákveðnu stigi þannig að það minnum uppbrot en við leggjum áherslu á að þið fari alltaf út. Og við erum með fasta bara á töflu hjá þeim hreyfistundir með íþróttakennara þar sem þau fara út í hreyfistundir og svo hafa bara umsjónarkennararnir líka tekið og farið með þau út bara í göngutúra og eitthvað þess aftar. Þannig að við erum að nýta bara nánast umhverfi á skólalóðinni og svo erum við bara með dásamlega reit fyrir ofan sem heitir Aldísalundur og sem er svona út í kennslustofun okkar. Þannig að við bara reynum að vera duglega að fara með þau þangað. Finnur þið fyrir því að þau sækist meira eftir því að vera úti? Já, við fundum það sérstaklega kannski í vor þegar við fórum í samskonar að hólfa þau svona niður að þau höfðu þessa þörf og voru þá meira að biðja þetta. Þess vegna ákváðu bara að setja þetta bara fastar inn í töflu, það væri klárlega allir að fara út alla daga. Mér finnst í rauninni núna það er ákveðið frelsi að það hafi verið sett á grímuskylda af því það sem vorum að glíma við í vor var það að þá var ekki gríma og þá vorum við endalaust að passa 2 metrana, vildum helst ekki að vera í hópastarf og svoleiðis, en núna með grímunu þá mega það náttúrulega vera nær og það býður upp á það náttúrulega að þau geta að fara í hópastarf og geta svona vera aðeins nær hvort öðru. Já, og við upplifum líka, þetta er náttúrulega ekki vísindalegt, þetta er svona tilfinning sem við höfum, þetta er svona svolítið valdeflandi. Áður gátu þau ekkert gert í þessu, þetta var bara veirað alveg sem hvað þau borðuðu mikið að lýsi eða fóru snemma að sofa, þau hafðu ekkert þetta að segja. Þetta er pínu svona, heyrðu, ég er að verja mig og þig, ég ætla að skilja þau upplifa og við upplifum, mér finnst að krökkunum finnst þetta ekki neikvætt. Nei, ég sammála því. Þetta er í þeirra hendi og þau minna hvert annað á og þeim finnst þetta ekkert slæmt. Þetta var miklu auðveldara núna fannst mér í haust og
og einhvern veginn, já, bara gekk betur, fannst mér. Þannig að það má öllu venja svo gott þykir? Já, ég held að við höfum bara gert gott úr þessu og þau gengið mjög vel hjá okkur. Sko við erum nú reynda búin svo vel að við erum bæði mjög vel tækjum búin og með framsækna kennara sem að hafa, við erum svo held í staði frekar framalega og allir nemendur frá 5. til 10. bekk eru með spjaldtölvu. Þannig að það var ekki nýtt fyrir þeim, til dæmis þegar við sögðum bara núna hérna frá verða allir alltaf að hafa hana, skilur heima líka. Ég meina við náttúrulega notum tæknina mjög mikið og þurfum að gera það og við til dæmis settum upp að þeir sem að yrðu heima verða þá að mæta rafrænt í tíma og það náttúrulega bara líka ákveðin svona pressa og hjálpar líka foreldrum að koma börnum í skólan sem að ef það var eitthvað erfitt skilur að kvíða eða svoleiðis. Er möguleiki að þetta ástand jafni aðgang barna, já jafnvel bara í heiminum, að menntun? Sko, þetta góð spurning og það langar örugglega alla að segja já. En mín skoðun svo að menntun ekki fræðsla. Skilurðu, það ekki nóg að hittast hvorki í tölvu annars staðar og ég get dælt glærupökkum, ég get verið með flotta fyrirlestra og þeir eru reyndar allir til á netinu og fólki sem gerir það betur en við, skilurðu. En menntun felst í því að hittast, mynda tengsl, vera í samvinnunámi, í lausnaleit. Og við getum hist rafrænt en það ekki að sama. Nei. Þannig að ég held að kannski jafnar þetta einhver leyti einhvern aðgang einhvers staðar en við hérna á Íslandi, við erum sannarlega með færri úrræði til að mennta krakkana vel þegar við getum ekki látið þau hittast. Svo líka þótt að fjarfundinir séu frábærar allt það, þá þetta bara ekki að sama samt sko. Þetta dugar alveg núna en ég myndi aldrei taka þetta í staðinn fyrir bara þessa venjulegu einn og einn. Þetta samtal. Og það svona dæmi eins og við förum í gönguferðir á hverjum degi og fyrsta hugmyndin okkar var þá væru þau grímulaus og alltaf með 2 metra og við ætlum bara að fara með hóp og þú veist og svo sáum við já þau megum alltaf hafa grímur og vera aðeins nær, bara velja og ég sagði strax sem fullorðin manneskja þegar ég fyrir göngutúr þá myndi ég allan daginn velja labba frá óðunni en vera grímulaus. Þau velja grímu og vera nær. Þau eru með ótrúlega aðlögunarhæfni þessi börn sko. Þannig að já og mér finnst þau bara róleg. Það ekki æsingur í þeim út af þessu og þau bara komið líka óvart bara þegar grímuskyldan kom núna fyrir nemendur á mið- og unglingastigi að þetta einhvern veginn bara gerast á fyrsta degi. Þetta var ekkert vandamál. Aðlögunarhæfileikar barna eru miklir og listin að lifa í núinu en til staðar hjá þeim. Þá eru þau ekki hrædd við að horfa fram á veginn og sjá fyrir sér hvað breytist eftir COVID. Það breytist bara það að við getum bara að leikja okkur öll saman og gert eitthvað. Þess vegna getum við ekkert leikja okkur og farið að gera eitthvað, já. Getið þið ekkert hist eftir skóla? Jú, við megum það alveg, bara ef foreldrarnir leyfa, þá megum við það. En hvað það að gera í sambandi við dag íslenskrar tungu? Við vorum að taka upp vídeo og allir bekkirnir taka upp vídeo og svo setjum við það öllu saman í eitt vídeo og svo horfum við á það og okkar bekkur, hann tók svona upp dans.